nú þarf að byggja grunninn að síðunni. Maður byrjar á því að smella hérna uppi og segja hvað síðan heitir. Og síðan þarf maður að segja kannski pínlítið hvað hvað maður finnur hérna. Og síðan fer maður í það að búa sér til hérna nýjar undirsíður. Þá fer maður hérna í Pages og við segjum bara Add Page og þá fer maður hérna og segir hvað hún á að heita, nýja undirsíðan. Og maður getur gert alveg fullt af svona síðum. Og maður náttúrulega ræður hvað þetta heitir og hvernig maður skipuleggur sig, en það er mjög gott að vera búin að búa sig til einhverja grind áður en maður byrjar. Og síðan getur maður að fara hérna og þýtt það sem er fyrir. Og síðan getur maður að búi til undirsíðu. Og nú skulum við sjá hvernig þetta kemur út. Ég ít á Save and Edit og sjáðu. Nú er þetta allt komið á íslensku og ég vil hafa þetta hérna á undan þessu hér. Þá fer ég bara hér og dreg þetta hérna niður þar sem ég vil hafa það. Og svo fer ég bara hérna að Save and Edit og þá kemur þetta rétt og sérðu, nú get ég farið hér og þá sé ég undirsíðurnar og ef ég ætla að vinna í þeim að þá smelli ég bara á og svo ákveð ég hvernig ég vil hafa þetta, hvað ég ætla að hafa hér fyrir neðan. Ég get til dæmis sett inn titil, ég get sett inn texta, ég get sett inn skil og ég get sett inn YouTube-vídeó, ég get sett inn dálka og ég get ákveðið hvað margir dálkar. Kannski vil ég hafa 3 dálka og svo vil ég kannski sækja mér ykkur vídeó af YouTube. Þá ger ég það svona. Svo smelli ég bara hérna á til að setja vefslóðina hér frá YouTube. Ég smelli svo bara til að geta skrifað. Og nú væri gott að vera með skipulag á því hvað ég ætla að skrifa hvar. Svo get ég breytt myndinni með að fara hér og ég get með því að fara hérna og ná mér í mynd eða draga hana hérna yfir til dæmis á netinu, en yfirleitt er ekki hægt að draga myndir beint á netinu hérna inn, heldur þarf maður að vista þær fyrst, til dæmis á desktop og fara svo í uploada fótó. Meir um það í næsta vídeói.